Fyrir vestan veturinn stríður, vokir yfir byggð, tíminn líður með sólvana daga. Ég valdi lagið með Vindormur kemur kvíðinn eftir Bubba Morthens. Lagið fjallar einn hræðilegasta atburð í sögu Íslands, snjóflóðið á Súðavík árið 1995. Það var nótt 16. janúar 1995 var mikið óveður á Súðavík. Já, það hefði verið mikill snjór og bara brjálað við hana marga daga í röð. Það var síðan á 16. janúar 1995 klukkan 6:30 á morgun til þegar stórt snjóflóð féll úr Traðargili beint fyrir ofan aðalbyggðina á Súðavík. Flóðið féll með gríðarlegum krafti í gegnum aðalbyggðina og eyðilagði 18 íbúðarhús og 7 hús sem hýstu fyrirtæki eða stofnanir. Þar sem flóðið féll taldist ekki vera hættusvæði og var því ekki búið að rýma þau hús sem flóðið féll á. Það búið að rýma önnur hús á Súðavík því að það var einhver snjóflóðahætta, fólk vissi það. Í flóðinu létust 14 manns og 10 slösuðust. 12 manns var bjargað upp úr flóðinu og þeim síðasta tæpum 1,5 sólarhring eftir. Það var einhver 12 ára drengur. Á 400 björgunarsveitarmanna tóku þátt í björgunaraðgerðum á Súðavík. Björgunarsveitarmenn komu samt seinna daginn. Komu einhverjum, og heimamenn voru búin að vera að vinna marga klukkutíma úti í brjáluðu veðri að reyna að finna fólk í öllum þessum snjó, reyna að finna einhver á lífi. Þessi atburður var auðvitað mikill harmleikur og eftir flóðið var ákveðið að flytja alla byggði Súðavík inn fyrir Eyrardalsá. Flytja bara lengra inn í dalinn á öruggari stað. Atburðurinn var einnig til þess að Ísland endurskoða alla stefnu sína í snjóflóðavörnum og byggja snjóflóðar, varnargarða og svona ýmislegt. En fyrir íbúa Súðavíkur voru þetta ekki bara einhverjar náttúruhamfarir, þetta var einhvers konar sálrænt áfall sem lifði í fólkinu. Vegna þess að náttúrulega við mistu vini, ættingja og börn og alla sína eigur og ýmislegt þannig. Rúma einu ári eftir snjóflóðið semur Bubbi Morthens lagið með Vindormur kemur kvíðinn. Og lagið fjallar snjóflóðið, þessa atburði og tilfinningar sem fylgdu snjóflóðinu og segir lagið mjög vel frá þessum atburðum. Sem dæmi þá syngur hann hérna dag eftir dag snjónum kyngdi niður, svo fór hann að hvessa úr annarri átt. Og þessi lýsing beint sótt úr veðuratburðunum fyrir flóðið. Þar sem snjókoma og vindátt, þar sem að það var mikið snjókoma fyrir flóðið og vindáttin breyttist rétt áður en flóðið féll. Hvort hún hafði farið í norðurátt, ég held það. Og textinn því nokkuð raunsær og sýnir hann, og hann náttúrulega byggður á sannsögulegum atburðum. Svo hérna viðlagið, svona hjartalæginu hérna, og með Vindormur kemur kvíðinn og út kolsvört hríðin og fjallið það öskrar, svo fellur á hlíðin og húsin þau hverfa í kófið.
Þetta nefnilega svona hjarta í laginu, svona viðlagið í laginu sko, og þetta augnablikið þegar flóðið fellur. Þegar flóðið og húsin hverfa í COVID. Þegar húsin hverfa þegar flóðið fer yfir öll húsin. Já, og lagið segir frá raunverulegum atburðum með myndrænni nákvæmni og mikilli samkennd. Og ef þú hlustar á lagið, þá tónlistin, eða þú veist, lagið einfalt, grípandi, og það svona hægur taktur, svona drungaleg taktur og kuldaleg stemning, og þetta náttúrulega, já, svona köld stemning, það náttúrulega gerist við vetur. Já, þetta gerist við vetur, já, væntanlega. Og, já, lagið þannig ekki bara lýsing á atburðum, heldur tilfinningaleg endursögn. Já, tilfinningaleg endursögn. Ef þú hlustar á lagið, þá fattar þú nákvæmlega hvað við. Já, Snjóflóð Súðvík orðin eins konar hluti af þjóðarsálinni. Og núna eru meira en 30 ár síðan þessi atburður gerðist. Og minnast Súðvíkingar og Íslendingar þessa atburðs enn þess dags í dag. Já. Þetta svona atburður sem enginn gleymir. Ég held að ég sé búinn að segja frá öllu sem ég ætlaði að segja frá. Já. Fyrir vestan veturinn stríður, vokir yfir byggð, tíminn líður með sólvana daga, dapurlegan róm, dreym